Velkomin. Hamingju bréfabréfsmenn með afmælið, 70 ára afmælið. Ég heiti Frímann Helgason, er núverandi stjórnarmaður í Sögufélagi Kópavogs, fyrrverandi stjórnarmaður í Breiðablik og ætla núna að leiða göngu í áttina að upphafinu. Því að það var hérna hinum yfir Hafnarveginn sem að Breiðablik eiginlega nær vopnum sínum og verður að félagi. Það var eins og að snemma ákveðið eða séð að hérna gæti orðið framtíðasvæði Breiðabliks. Það voru reyndar 2 ljón í veginum, annars vegar átti nú ríkið þetta svæði hérna, Skotmóan og Engin frá Kópavogsbænum og hins vegar átti náttúrulega Fífuhvammsjörðin eða Smárahvammur átti landi hérna austan við okkur. Þannig að það var greinlegt að fyrstu áratugina var náttúrulega ekki líklegt að Breiðablik gæti hreiðra sig hérna. En hérna í austur stendur undarlegt minnismerki sem ég held nú að flestir gestir sem komi hérna að átti sig ekki á hvað þýðir, en þetta mætti gjarnan að vera skjöldur þarna á minnismerkinu, en þetta er listaverk sem að Kristján Guðmundsson, fyrrverandi félagsmálastjóri, Breiðabliksmaður og reyndar bæjarstjóri, var lykilmaður í að koma hérna á. Hann sótti þennan stein, eða hann var sóttur, hans leiðsögn, austur í bæ, hérna vestur í bæ, þangað sem við förum fyrsta stoppi hjá okkur og síðan var það bæjarlistamaður, einn af mörgum, Marino Steindórsson, sem bjóð þetta virki, álvirki undir hann, en steinni stendur þarna eins og dularfullt mónument, svo svipað eins og Stonehenge, hvað þýðir þetta, en hann á sem sagt skírskotun í fyrstu ár Breiðabliks, steinnin þar sem að getnaður Breiðabliks eiginlega var átt sér stað. Milli 2 kallmanna reyndar. Við skulum byrja gönguna hérna bara hinum megin með því að ganga að minnismerki, við kallaðum það, mjög merkilega mann og við getum eiginlega ekki farið á Vallagerðisvöllinn á þess að koma þarna við. Félag eins og Breiðablik myndi aldrei ná þeim vexti og þeim þroska sem það hefur fengið nema það væri óhemjumikil hugsjónastarfsemi að baki. Og þá er ekki bara að tala íþróttamennina sem setja sinn tíma, heldur þá sem að leiða og stjórna. Og hér minnismerki með dáðasta son Breiðabliks, ég mútti orða það þannig, maður sem fékk félagsmálabikar Breiðabliks og honum velkominn. Valdimar Valdimarsson var vallavörður. Fyrst byrjaði hann á Vallagerðisvelli og það sama við hvernig maður tala þaðan. Það allir sem ber honum alveg frábærlega söguna. Hann var ákveðinn og menn hlýddu honum, en hann var líka einstakt ljúfmenni og menn báru bæði virðingu fyrir honum og elskuðu hann. Ef það var ekki fyrir Valda og kannski fleiri sem komið þar að, þá hefði Breiðablik aldrei náð þeirri forystu í kvennaknattspyrnu sem það gerði, því að hann var tilbúinn ásamt Guðmundi Þórðarsyni ágætnum Blika að leyfa stelpunum að safna í lið og spila. Og fyrir nokkrum árum þá tók sér saman hópur. Við erum nú reyndar að einn af lykilmönnunum hérna standi bak við kameruna vinstra megin við mig og ákvaða að halda fyrstulega að gera vídeómynd Vallagerðisvöllinn sem heitir því fallega nafni með sand í augum. Það geti ég tekið undir, það passar. Og svo í framhaldi að því var þetta líkneski, þessi brjósmynd og hún ótrúlega lík þessum ágæta manni. Með sína stóru fjölskyldu sem hann þurfti að vinna fyrir, þá gat hann líka hjálpað öðrum börnum og ég held að það sé mjög eðlilegt að áðurum förum á Vallagerðisvöllinn, þá stoppum við hérna við. Við erum eiginlega núna á helgri grund
það hérna eitthvað sem steinninn var upphaflega. Hérna í skjólbraut 3A bjó Gestur Guðmundsson og hérna fyrir neðan bjó Guðmundur Guðmundsson, málari, og lóðirnar lágu saman og þeir hljóta hafa líklega, það er nú ekki vita nákvæmlega hvenær, mér þetta ekki ógurlegt að þetta hefði verið kannski jólin 49. Ég félagið stofnað 12. febrúar og það hefði nú einhvern aðdraganda þurft að stofnun, en hérna gengur Gestur yfir að því sagan segir og segir þessi frægu orð sko, eigum við ekki að stofna ungmennafélag Guðmundur. Á þessum steini þegar hugmyndin kom upp að stofna ungmennafélag hér í Kópavogi. Og við vorum hér, Guðmundur Guðmundsson, hérna nágranni mín, við vorum hér saman einn eftirmiddag og sátum á þessum steinu og vorum að ræða saman svona daginn og veginn. Og þá kom það einhvern veginn upp í hugan hjá mér að ég sagði við Guðmundur eigum ekki að stofna ungmennafélag Guðmundur. Og hann tók vel í það strax og upp úr því fórum við að vinna að stofnun félagsins. Og það var stofnað eitthvað svona hálfu mánuði eftir að þessi hugmynd kom upp hérna á þessum steini. Guðmundur átti þá sneggarlega strák, 15 ára, sem nú reyndar hérna með okkur og var nú einn helsti frjálsíþróttamaður Breiðabliks í mörg ár og fyrsti maður sem ég man eftir að hafa þetta ástæð í stökkum eins og langstökki og þrístökki og stökkunum. Gestur átti líka dreng, hann var nú ekki nema 4 ára og hann var nú ekki mikill íþróttamaður nema mörgum árum seinna fór hann í siglingaríþróttir á Írlandi en það er nú ekki tengt Breiðablik. En á þessum helgareit þá eru þeir sem sagt að bransa þetta með sér og það er náttúrulega mikil fyrirhyggja að hafa ákveðið að stofna ungmennafélag. Hafnfirðingarnir fyrir sunnan okkar voru búin að stofna félög en það voru almenn íþróttafélög, svona cirka 20 árum áður. Það er annars vegar Hauka og hins vegar FH, en aðeins skildi detti í huga að stofna ungmennafélag, en nú líklega vegna þess að þetta var fámennur hreppur og helsta fyrirmyndin var kannski Mosfellssveitin. Og þangað sækjaði fyrsta formanninn, Grím Nordal, sem var rútíneraður ungmennafélagsmaður og hefur ábyggilega skipt sköpum þegar voru að koma þess á koppinn í byrjun. En svo tóku heimamenn við. Næsti formaður, árinu seinna, elsti sonur Óskars Eggertssonar, þess áldsæla húsvarðar í Kársnesskóla, Magnús Óskarsson, sem var búrvinnstammaður á Hvanneyri. Hann þá bara rétt tvítugt, kannski innan við tvítugt, og hann verður næsti formaður, 51. Síðan kemur Guðmundur aftur til sögunar og verður formaður 52. Og 53 kemur svo maður sem margir þekkja og það var ungur kennari úr Kópavogsskóla sem seinna var skólastjóri í Kársnesskóla, Gunnar Guðmundsson, sem var nú kennari minn í barnaskóla og yndislegur maður, og hann 1 ár. Og 54 kemur líka sterkur maður inn, það Sigurður Grétar Guðmundsson sem ekki látinn fyrir mörgum árum. Hann reyndar sótti konuefni sitt hérna í skjólbraut 7, þannig að þetta nú verið að sníklast hérna í kring svo sem, en hann formaður 54 og 55. Og svo tekur kannski þá fyrstu formaður sem ég man eftir sem ungur drengur, ákaflega eftirminnilegu maður, og það var Björgvin Guðmundsson. Björgvin var líkamlega fatlaður, en þrátt fyrir það þá stóð það sína plikt í Breiðabliksliðinu gamla og ekki bara einhvers staðar út á kanti eða hérna, hann var hafsend svo hér þá og brotnaði bara margar sóknir á þessum litla og veikburðamanni með stálvilja. Og það sýnir bara hvað það fyrst og fremst viljinn sem ræður í frammistöðunni í íþróttum sem öðru. En það vill bara svo skemmtilega til að af örfáum sportfélögum, þeir voru 29, að minnstakosti 1 hérna, gætu verið fleiri, og það Samuel Guðmundsson og það sonur hans sem býr í þessu húsi hérna. Og ég ætla nú að biðja bara Samuel að hérna segja örfá orð, bara svo við fáum það á pappír. En hann var, eins og ég segi, einn af helstu íþróttamönnum Breiðabliks. Já, það þýðir ekkert að raula við mig. Það skjalfest og ég get komið heimildir, en gjörðu svo vel Samuel. Segðu kannski nokkur orð þetta verka fyrirtæki. Já, það nú.
Pabbi hann byggði hús hérna hérna á stríðsárunum og svo var að byggja svona meðalbreytin var ekki komin frá. Stórbreytin var komin og gestur bíl þarna hérna fyrir ofan þar sem við vorum. Við byggðum hérna húsinu fyrir neðan og þeir voru mikið svona spjallaði saman því að það lágu saman lögurnar þá áður en við kom. Og þetta eitthvað mér alltaf dótt að í huga að pabbi hafi huglegað það sko að ég færi ekki út í einhverja vitleysu, þess að væri betra að ég væri í íþróttunum. Og ég hafði dálítið gaman þessu, ég átti bæði kringlu og skó og svona og ég að tala við krakkan í kring og það var svolítið að við vorum svona annars lagið að reyna að hlaupa saman og svona, það var bara yngar aðstæður, það var ekki neitt. En þeir hafa svona átt að sjá þessu, þarna, gestur og pabbi, að þeir komu svona saman nokkuð sinnum hvenær uppalega þeir fóru að hugsa þetta, það hefur verið töluvert áður. Því að þeir höfðu einmitt það, sko, það þýtti að fá eitthvað stofna ungmennafélag. En þeir hafði sjálfur ekki verið í ungmennafélagi, þannig að þeir einmitt fundu Grím Nordal og hann gaf þeim svona ýmsar góðar hugmyndir, þannig að það ákveðið að halda fund og reyna að stofna þetta félag. Það gekk nú upp, það voru 29 mann sem skráðu sig inn. Nú síðan var nú með félagsstarfi, það var náttúrulega ekki gott að við eiga, en þeir fengu inn í svona stöku sinnum á Kópavogsskólanum. Svo var Þórður á Sæbóli, hann var með hús hérna á horninu á Kársnesbraut og hérna þar á horninu úr. Þar var hann með lítið hús, það var svona samkomuhús og þar fengu við líka stundum að bera. Og það upp í byrjuninni þá héldu ég þarna líka svona, að má segja, hálfgeitt námskeið í að þessir unglingar töluðust, kynna að tala, sko. Þið séu að ég hefur ekki lært mikið af því, ég tala nú svona illa. En það var dálítið það að vera með, koma það saman og láta menn segja eitthvað, það kannski haft eitthvað verkefni ákveð og menn reynda að tala það. En svo náttúrulega komum við þetta íþróttina fljótt í þetta líka, hvað það reyna að aðtuga með. Það var bara ekkert gott að fá neitt stað. Það var ekki loksins í skólan, barnaskólan, Kópavogsskólan. Þannig að það var nú alltaf svona fyrstu árin. Sko, félagið gekk náttúrulega strax í ungmennasamband Kjalarness og það var tölvöld samgangur þar á milli. Það var, þeir voru bæði í Kjósinu og hérna upp á Mosfellssveitinni. Þar var tölvöld mikið að það væri verið á íþróttunum, þannig að þarna komum við og fórum að vera með þeim. Það var haldið svona mót, eitt stórt mót á hverju ári og svo var nú komið saman nokkur sinnum líka. Og á þessu móti þá náttúrulega var eitthvað, það var félagið skiptist og ég held að það hafi verið 58 eitthvað svoleiðis. Þá tók stokkur, voru orðið það mörg, að okkur tókst að vera stiga hæst í mótinu, þannig að það var komið lappandi hérna inn í bæinn með Sigríðar Hrósandi með veifur. Og þannig fór alltaf að lagast í sambandi íþróttirnar. Þá komu líka að menn sem voru lærðir í bara að kunna þetta. Þannig að þetta var mjög einfalt fyrst og enda var árangurinn eftir því ekkert sérstaklega góður, en lagaðist þó tiltölulega fljótt, sjálfsagt. Þá var þetta bara stórt og stærri og stærri. Já, takk fyrir Samúel. Það eru fá félög sem geta leikið eftir að fengið hérna þá sem stofnfélag að segja frá. Nú göngum við bara út hérna að Rútstúni. Þetta svæði hérna og Valdagerðisvöllurinn er náttúrulega Brúnkamiljan í gamla Kópavogi á samt svæðinu kringum Kópavogsskóla og sá ágæti maður og sá ágæti hjón, Helga Sveins og Þórður Þorsteinsson á Sæbóli. Þau helguðu sér þessa reiti hérna
Þórður var skráður fyrir þessum Kópavogsbletti og Helga Sveins, kona hans, var skráð fyrir meðlunum hérna höfðavann. En það alveg á hreinu að þetta fólk, þessi frumkvöðlar, höfðu alls ekki í huga að njóta þessu eitthvað sjálf. Það var ekki það sem þau höfðu í huga, heldur tókuðu þessa bletti frá til þess að þau gætu myndast einhvers konar miðju í nýju samfélagi. Og mjög fljótlega þá ánafnar Þórður besta vini sínu þá, Finnboga Rút, þessum reit hérna. Hérna hefur verið tiltölulega gróðursælt, það hefur greinilega sett hérna mold í. Þannig að Finnbogi breytti þessi tún og nýtti það fyrir sinn búskap. En reiturinn hinum einn sem skráður var á Helgu Sveins, hann var tilvalinn til þess að verða einhvers konar íþróttasvæði. Og þegar fyrstu formennirnir byrjaði að garfa í málum 1951 og 1952, þeir Guðmundur og Magnús, þá kemur þetta svæði mjög sterklega til greina. Og það verður úr að 1953 síðsumars, eða seint, þá hluti Vallagerðissvæðis tekinn í notkun og svo 54 völlurinn opinberlega tekinn í notkun. Hérna hvíta húsið sem blasir hérna við á sinn sterka þátt í sögu Breiðabliks. Þetta heimili Sveins Sæmundssonar og hans fjölskyldu, en dætur hans, Alda og Ólína, voru miklir blikar og Sveinn var líka mikill félagsmálamaður og þarna lifði hann blikunum og hérna líka útiskemmtunni að fá aðgang að rafmagni. Hann rak þarna í kjallaranum eina öflugustu fyrirtæki bæjarins, Fiskmiðjuna Voga, og þarna fengu strákarnir íþróttunum að stökka inn og búningsherbergi var bara eiginlega inni hjá honum. Og þarna hafa þau sjálfsagt hist heiðurshjónin Jón Ingi Ragnarsson, einn helsti kappi Breiðabliks í fótboltanum, og konuefni hans, Alda Sveinsdóttir, því að þarna var þetta hamingjusama hjónaband knattspyrnudeildar og handboltadeildar ábyggilega til þess stofnað. En þetta, Ólína, yngri systirin, yngri dóttir Sveins, átti svo eftir að verða fyrsti kvenformaður Breiðabliks. Við erum komnir að Vallagerðisvellinum og enn einu sinni þetta svæði hérna að bjarga börnunum í Vesturbænum. Þetta var nú aðal leiksvæði okkar Vesturbæingana og núna þegar að Kársnesskóli var fyrir þegar kom upp þessar skemmdir og mygla í Kársnesskóla, að þá ákveðið að nota þetta svæði til að bjarga börnunum og hérna var skólinn setti niður tímabundið. Þetta bara tímabundir ráðstöfun. Það var að byggja Kársnesskólann aftur upp eins og fuglinn Fönix á sama stað. En á þessu svæði hérna eigum við náttúrulega mjög margir hérna og mörg glæsilega minningar. Reyndar verði að viðurkenna það að á mínum árum hérna, kannski frá 55 til 60 og 23, þá sá ég aldrei einustu stúlku hérna. Það var eiginlega bara bannað. Þetta var mjög skrítið því að þær voru mjög flinkar í handbolta, en það svæði var bara upp við Kópavogsskóla og þær voru hérna glæsileg fulltrúar Kópavogs, urðu Íslandsmeistarar og fleira, og þegar við rifjum með fyrstu landsliðsmenn Kópavogs, þá dettur nú fyrstum það í huga að Þórður Guðmundsson hafi 1966, hann var fyrsti frjálsíþróttamaðurinn til að fara að komast í landslið Íslands. Guðmundur Þórðarsson 4 árum seinna, 1970, var fyrsti fótboltamaðurinn. En það hefur stundum gleymst að fyrsti landsliðsmaður Íslands var alls ekki Guðmundur og alls ekki Þórður. En sá landsliðsmaður stattur hérna í dag og það Sigrún Ingólfsdóttir sem bara kollung var fyrsta landsliðskona Íslands. Sigrún, hvað ertu? Þarna, já. 64, já. En svolítið sárt að sjá hann í þessum rauðagalla því að hún náttúrulega valur klipptana strax hún var við landslískona, en hún var í Breiðablik þegar hún fór í landslið. Það kemur í grænu. Græni liturinn og búningur Breiðabliks, maður dáðist að köppunum hérna, þessi fallegi búningur, það var ekkert félag með grænan lit.
Reykjavíkurfélögin, Fram var með þetta blátt og Valur með rautt, KR, Víkingur og Þróttur voru röndóttir og einhvern veginn á litinn, en græni liturinn var á lausu og svo kom þessi fallega fegurðardrottningarönd sem átti að mynda einhvers konar vaff þegar þeir stóðu á vellinum. Þá átti allir hægra megin að vera með vaffi svona og þeir vinstra megin svona. Þannig að þegar menn mættu Breiðablik, þá mætti þeim risastórt vaff sem stendur fyrir Viktorí. Hér var fyrsti kvenndómari í knattspyrnu. Já, hér var nú fyrsti kvenndómari í knattspyrnu, það er ágætt að heita það. Á Vallagerðisvellinum gerðust sögulegir atburðir í kvennaknattspyrnu á Íslandi 1968. Þar hófust fyrstu reglulegu æfingarnar hjá kvenþjóðinni. Einnig ber það til tíðinda að fyrsti íslenski kvendómarinn steig sín fyrstu skref í dómgæslu þegar Sigrún Ingólfsdóttir tók dómarapróf fyrst íslenskra kvenna með því að dæma leik í 5. flokki karla Breiðablik Þróttur. Það var 5. flokkur eða eitthvað svoleiðis og þetta var haldið hér ábyggilega. Hannes kendi, getur það ekki verið, Hannes Sigurðsson og það voru ég man ekki hvað við vorum nóg þó nokkuð mörg sem voru í þessu og það var bóklegt sko, mætt alltaf og farið yfir leikarbókina og reglurnar og allt þetta og svo skrifið til því og svo var svo var dæmdi leikurinn, prófleikur sem allir fengu. Og reyndar eins og ég minntist á áðan með Valda, hér byrjuðu stúlkurnar að grúppa sig saman og segja af hverju megum við ekki spila bolta og Valdi sagði og Guðmundur Þórðarsson skaffiði nógu marga stúlkur og þær gengu hér í hús og það komu bara sem var held ég að komu ömmu sína en allavega var þannig og það var það mikið af kvenfólki sem kom hérna að þeir fórnuðu höndum og það var upphafinn að glæsilegu ferli fótboltakvenna í Kópavogi en við höfum aldrei gleyma því Sigrún að áður en fótboltastúlkurnar kom til sögunar þá héldu handboltaseglurnar okkar niðri í Breiðablik. Þetta var undirstaðan í landsliðinu 64 þar sem Sigrún og fleiri voru líka stúlkur hérna. En nú falla öll vötn eiginlega til hérna Kópavogslækjar því að við förum hérna stystu leið fyrir gegnum og gerum eitt stopp í viðbót og það er á Kópavogstúnum sjálfur fyrir fram á Kópavogsbæinn. Það fyrir. Síðasta stoppið og áður en að ég sé að síðust að koma hérna. Ég var nú að vona að væri eitthvað framámönnum Kópavogs hérna. Ég sé nú með skosti 2 bæjarfulltrúa hérna sem að flytja það áfram. En nú er komið tími til þess að setja hérna upp minningaskilti bæði hér við Kópavogsbæinn. Það er búið að ganga snýstilega frá þessu og þeir mættu nú fyrir 65 ára afmæli til Kaupstaðarins sem er 8. maí. Þá mættu þau nú kannski drífi því að gera meiri átak í húsinu og svo viljum við líka fá minningaskilti við Vallagerðisvöllinn þar sem verða svona skemmtileg lýsing á því sem þar gerðist. Ekki ósvipaður upp í Kópavogsskóla ef þið viljið skoða slík skilti. Þá eru það minningaskilti sem fólk getur gengið framhjá og sé hvað var þar. Og hérna var handbolti. Það var svo verki maður Baldur Kristjánsson frá Útey í Laugardal sem byrjaði hérna með handboltaæfingar. Hann var, og það voru stúlkur, Fandarsson í kringum 35 og það má eiginlega segja að sé upphafið á handboltanum í Kópavoginum. Það er þessi merki frumkvöld, íþróttakennari miðbæjarskólanum, byrjaði að hérna kasta bolta hérna og æfa handbolta með stúlkunum. En strákarnir voru auðvitað hérna líka í íþróttum. Hér er fyrsta íþróttamót Breiðabliks á þessu svæði hérna og það er síðsumars eða jafnvel í september 1950 og þar var keppt í flestum greinum hérna örlítið fyrir ofan, líklega þar sem blokkinir eru hérna, þar var slétt og síðan var keppt í hlaupum niður á Kópavogstúninu. Sá sem sigraði í því móti var nú frægur íþróttakappi, Ingvi Guðmundsson, sem seinna var einn af frumkvöðlum í því að stofna íþróttafélagið Stjörnun í Garðabæ, 10 árum yngra en félag heldur en Breiðablik. Svo það má eiginlega segja að Stjarnan sé dótturfyrirtæki Breiðabliks. Því að Ingvi var hérna allt í öllu í íþróttunum og fer svo býr í Garðabænum og stofnar Stjörnuna.
Annar besti íþróttamaðurinn í þessu fyrsta móti var einmitt Samuel Guðmundsson, þó hann hafi verið mjög hógvær þar. En þetta var hann var þá 15 ára og var að keppa við drengi sem voru kannski 18 til 20. Þannig að það nú sýnt hvað mikið efni var þarna. Það er líka eitt af því sem var hérna að við fundum nýlega myndir sem sýna dálítið dularfulla upp og komi hérna á túninu. Það eru 5 drengir, bræðurnir 4 frá búinu og einn í viðbót og það er greinilega tekið áður en að yngsti bróðurinn deyr, hann er ekki nema 9 ára, þannig að strákarnir hafi verið kannski 9 ára til fermingar og þeir eru að stunda einhverja dularfulli íþrótt, myndin er mjög lítil og það tók smá tíma að rýna í hana hvað þið væri að gera. Þeir standa í svolítið skuggalegum stellingum á myndinni og allt í einu rennur upp fyrir okkur ljós, þeir eru að boxa. Það hittir svolítið á þegar við fórum að skoða þetta að vistmenninni hérna á refsingarhælinu, berkla afturbata sjúklingar voru þar, þeir höfðu haft með sér boxhanska og þeir voru með krokettkylfur og krokkettbúnað og þetta var eftir og strákarnir stofnuðu hérna boxfélag hérna á túninu og mikið hefði nú Gunnar Birgisson haft gaman því og líklega hann haft fólkgöngu það hefði stofnað boxdeild Breiðabliks. En þetta félag strákarnas hérna í hverfinu það var kallað Fálkars og var náttúrulega undanfari Breiðabliks og það voru náttúrulega drengirnir hérna á holtinu, Samuel, fólk alveg neðan úr dal, börnin frá Grænuhlíð og krakkar á þessum aldri söfnuðu sér saman og svo var náttúrulega fullt af börnum hérna í sumarbústofunum. Þannig að hérna var bara mikið íþróttalíf en það er sem sagt fyrirrennari Breiðabliks. Kannski hafa nú Guðmundur og Gestur séð þetta fyrir sér. En hérna má ég bara kveðja hópinn. Nú rata allir líklega á Breiðabliksvæðið og samkvæmt mínum tímaútreikningum þá passar akkurat að renna í heitt kakó, kaffi og köku. Svo þakka ég bara kærlega fyrir og til hamingju aftur Breiðablik.